Næst liggur leiðin í heimsókn á ævintýralegan stað í Eyjafjarðarsveit. Dyngjuna listhús má finna við fjallsrætur Kerlingar í landi Fífilbrekku í Eyjafjarðarsveit. Þar finnum við Guðrúnu H. Bjarnadóttur eða Höddu eins og hún nú oftast kölluð. Hadda handverkskona og leggur mikla áherslu á að nýta til sköpunar ýmislegt sem fellur til í nágrenninu. Hérna í Eyjafjarðarsveit náttúrulega ótrúlega mikið handverk og þú ert svo sannarlega ekki nein undantekning þar á. Nei. Hvers vegna heldur þetta sé? Er þetta í vatninu hérna í firðinum? Já, það getur verið að sé í vatninu. En hérna, já, það náttúrulega í Eyjafirði þá náttúrulega gömul handverkshefð, þannig að hérna eyfirskar spunakonur fengu verðlaun fyrir að vera svona duglegar að spinna. Og það til fullt af sundum hérna á söfnum sem að sýna þennan ofsalega fína spuna sem að það sett upp í vefstólum og óvu. Það ótrúlegt að það skulle hafa verið hægt að gera svoleiðis fínt. Að konur og svo náttúrulega allar íslenska konur hafa náttúrulega auðvitað einhvern tíma verið flinkar í handverki. En svo náttúrulega handverkshátíðin hérna, þannig að þessna hefur kannski líka þetta nafn tengst við Eyjafjörð. Já. Hún gerði þetta mjög mikið. Já, ég held það. En af hverju ég með handverk, það einhvern veginn bara, ég hef alltaf haft áhuga á handverkinu. Segðu okkur nú frá þessum húsum fyrst við sjáum þau nú hérna. Þessi hús hérna, þetta svarta hús fyrsta húsi sem var byggt hérna. Og það hérna, við vorum að tala að við ætlum að byggja stórt hús og það 300 fermetrar. En svo einhvern veginn dróst það og fólk var að spurja þegar það sá svarta húsið að það hefði haldið að ég ætlaði að vera með 300 fermetra. En það eitthvað 3 fermetra eitthvað. En svo vildi ég fá rennibraut í brekkuna og leiktæki hérna. En Helgi ekkert endilega að gera það sem að þú biður um. Þannig að hann gerði rennibraut á móti brekkunni. En þá þurfti hann að fara upp á aðra hæð. Auðvitað. Þannig að það turninn. Og svo heimilið hérna náttúrulega við vorum nú að tala um þetta náttúrulega töfrum líkast að vera náttúrulega leikt hérna. Þetta unaðslegt að vera hérna. Þetta alltaf svona? Þetta alltaf svona. Það eins og þegar þú ert inn í stofu og það horfi ég bara út og með svona tækið og skipta alltaf stöð. Það alltaf nýtt útsýni. Það bara stórkostlegt. Það hlýtur að skipta máli í allri sköpun, umhverfið. Það bara yndislegt. Maður sér það bara strax að þú ert að nýta það sem í náttúrunni og endurnýta. Já, stólarnir hérna inni, það eru afgangurinn af steypunni og svo eru veggirnir hérna og húsin sem Helgi gerði og húsgögnin sem hérna úti við íbúðarhúsið og utan hérna vinnustofuna, það allt afgangur frá húsinu. Og vegna þess að það var nú ekki allir voru ánægðir með allt þetta timbur sem var hérna og ég gat ekki byggt úr því nú hratt, þannig að þá var þessi gámur sem þarna, ég fékk hann og hann tyrtur og lítur út svona eins og torfbær sem kom mjög vel út hjá þeim. Þetta örugglega með flottari gámum landsins. Ég held það, ég er mjög ánægð með hann. Ég ekkert sem að mér finnst hann algjörlega frábær. En þess að þú býrð hérna og svo vinnustofaðin hérna inni. Þetta hlýtur náttúrulega að vera hreiðrið þitt, að vera hér. Já, þetta hreiðrið, já. Einhvern tíma meiri sem ég dreymdi einu sinni eftir ég kom í þetta hús, að það var amma sem sagði að henni þætti fallegt hreiðrið mitt. Þetta einmitt þetta nafn sem hún segir, þá meint hún þetta litla hérna. Og mér fannst það voðalega fallegt. En hérna inni, þar aðhefstu nú ansi margt. Hvað ertu að gera inni? Já, ég nú svolítið í öllu, Þannig að vefa? Ég að vefa og ég að mála og svona sitta hvoru, gjörðu svo vel. Ég í rauninni kannski, það má segja það, ég sé handverks eða heimilisiðnar manneskja í grunninn, þetta með að vinna í höndunum í nytjavinnu, það að gera eitthvað sem maður nýtir svo og skapandi, en svo finnst mér líka skemmtilegt að mála. Það náttúrulega ótrúlega fjölbreytt handverk sem þú ert að gera og við lítum aðeins á til dæmis dúkana hérna. Þetta er frá sýningu sem ég og Anna Sigríðs Hróðmarsdóttir
Við höfum unnið mikið sýningar saman og þessi sýning hét Gjafir móðurinnar. Og þá meintum við gjafirnar sem hinn stóra móðir eða móðurjörð að gefa okkur á þess að við endilega tökum við þeim. Þannig að þetta greinar úr viðjunni fyrir utan og þegar við klippum hekkið og svo hendum við því en þarna nota ég það í vefna. Þetta þessir snagar eru herðatrén frá þvotta þú setur fötin þín í hreinsun. Já. Og þá yfirleitt getur ekki skila þeim og sumir henda þessum herðatrjám. Þannig að snagarnir eru herðatrén en spýtan gamla hliðið niður frá sem var að smiðirnir töldu ónýtt og átt að henda og mér finnst þetta bara svo fallegt. Það er svo fallegu liturinn í timbru. Og þetta eru eins og þetta er kartöfluteinar þannig að þú ert búin að baka kökuna eða þarft að vita hvort kartöflan sé soðin og það er allt annað að sjóða kartöflur þegar maður á svona. Já, það er svo gaman. Það virkar alveg. Já. Svo þetta bara nælur svona í svona peysu og það kemur út frá kartöfluteinunum. En þetta ég veit ekki hvort þú veist hvað þetta er. Nei. Þetta er svona krókur til þess að þú ert að spinna á rokk til að taka bandið í gegn. Og svo gerði ég þetta svona eins og kind. Þannig að sér það ekki, þetta er kindhaus. Þú ert náttúrulega greinilega mjög hrifin af vírunum. Já. Og nýta í krukku. Þú veist að segja að þessi væri... Þetta er hálmurinn. Þetta er rúgurinn frá Guðmundarholtssyli. Og þessi litla er bara, þetta er byggið. En rúgurinn getur ofið með allri lengjunni eins og þú gerir þessar körfur eins og þetta Og þetta fléttar maður rúginn og gerir körfur úr. Og þetta gera allar kornþjóðir í heimi nema Íslendingar. Við höfum náttúrulega ekki verið með svo mikla kornrækt svo lengi en ég er alveg viss að við gerðum þetta þegar Akurinn var á Akureyrinni. En þetta er fallegt og þeir kalla þetta Svíarnir gullbóndas eða bóndans gull því að þetta glittir svo á þetta í sólinni. Og ég er búin að eiga svona dúk í 20 ára og hann er búin að vera meira og minna á borðinu. Hann er ennþá allt í lagi. Þannig að þetta er ekkert ónýtt hráefni. Nei, nákvæmlega. Og þú ert að halda námskeið. Já, eins og í litla húsinu á móti, þar byrja ég 12 námskeiðin vegna þess að þar er myrkur og við erum bara með kerti og kamínuna og það er svona tengist því eins og var þegar við spunnum á snældu. Svo þegar við förum yfir í nútíma þá komum við hingað inn og spunnum á rokk. En svona að lokum, hversu miklu máli skiptir handverk þessa þjóð að þínu mati? Sko, Halldóra Bjarnadóttir, hún vildi meina að ef við gleymdum handverkinu okkar eða heimilisiðnaðinum, þá týndum við sálinni. Og ég held að það sé alveg rétt. Ég held að ef að þjóð er ekki með lifandi menningu sem að hún sjálf viðheldur, þá held ég að sálin týnist. Því næst er komið að leiklistinni sem er alls ráðandi í Eyjafjarðarsveit. Menningin teygir anga sína víða og í Eyjafjarðarsveit þá finnum við Freyvangsleikhúsið sem er eitt af afkastamestu áhugamanna leikhúsum á landinu. Starfsemi leikfélagsins má rekja aftur til ársins 1957 þegar fyrst var sýnt á sviði félagsheimilisins Freyvangs. Í kjölfarið var stofnað leikfélag Öngulsstaðahrepps sem síðar varð Freyvangsleikhúsið. Við sitjum upp á sviði í Freyvangsleikhúsinu í Eyjafjarðarsveit og ætlum aðeins að fræðast starfsemina. Kannski byrjum á því að horfa aðeins tilbaka og segja okkur kannski bara frá því hvernig Freyvangsleikhúsið var til. Freyvangsleikhúsið á sér talsverða sögu sem í rauninni fylgir sögu
leikalagi Hördala. Svo náttúrulega eru hér áhuga leikhús út með firði, bæði út á Dalvík og út í Fjallabyggð. Og svo náttúrulega hafa verið á Akureyri, leikklúbburinn Saga og núna eru Grímurnar. Og þetta eru allt áhuga leikklúbbar, sko. Herðu nú, Chester. Ég er ekki fullvissaður það, ég er ekki Chester. Sjáðu nú til, Chester. En ég er ekki Chester! Ekki það, nei. Hvað heitir þá? Segðu mér aðeins frá sýningunni sem þið eru að sýna hér í þessu forláta setti hérna í húsinu. Já, þetta heitir Þorskur á þurru landi. Þetta er sérst farsi sem að gerist árið 1958. Þetta er sérst að eiginlega upphafið af þorskastríðinu. Og er komið með svona ýmsar myndir inn á það en þetta er misskilningur. Svona eins og góðum farsa ber. Já, nákvæmlega. Og hverjir eru nú að taka þátt í þessari sýningu? Fólk allstaðar að eða mest úr sveitinni eða? Nei, það er mest frá Akureyri sem er að taka þátt í þessu núna. Ég sé einn úr sveitinni. Hvað svoleiðis? Tveir, já. En hvernig er það? Hvers vegna tekur fólk þátt í svona sýningu? Þetta er óbúðslega gefandi. Þetta er mjög gaman, þetta er skapandi, maður er bara út fyrir sinn þægindaramma oft. Þetta er félagskapurinn. Það er koma sér upp nýjum tækifærum að kynnast fólki og... Kannski hlæja svolítið? Já, fyrir utan það. Þetta er reyndar allir tilfinningaskalinn, ég held þess ekki bara að hlæja, ég held þetta sé allir pakkin í tilfinningaskallanum. Þá er Fókus lokið í dag. Í næstu viku er komið að því að setja Langanesbyggð í fókus.